Komið blessuð og sæl og verið velkomin með okkur í Hvíta máva. Ég dró hann úr skýjunum hingað niður á jörðina til þess að spjalla. Hann rafvirki, hann flugvirki, hann sigmaður hjá Landhelgisgæslunni, heitir Helgi Rafnsson og hann ættaður úr Eyjafjarðarsveit. Við ætlum að spjalla hérna á eftir. Helgi Rafnsson, vertu velkominn. Takk fyrir. Ég sagði sigmaður í kynningunni, Já. En þú ert ekki sigmaður, þú ert spilmaður. Spilmaður er ég. Hjá Landhelgisgæslunni. Já, Landhelgisgæslu Íslands. Já. Og hérna, sko, ég hélt nú svona lengi vel að þetta væri sami aðilinn. Nei. Það sem að stjórna spilinu og svo sem að sígur niður líka. Nei, við erum áhöfnin samanstendur af 5 aðilum. Á þyrlunum. Á þyrlunum. Já. Það eru 2 flugmenn. Já. Það sigmaður sem er stýrimaður og svo það spilmaður sem flugvirkinn og læknir. Spilmaður sem flugvirki. Spilmaður flugvirki. Er alltaf flugvirki sem satt með? Já, staða spilmaður flugvirkjastaða. Já. Það var ekki í byrjun en svo breyttist það. Og svo læknir. Og læknir. Já. En þú sagði stýrimaður? Já. Segðu þú, af hverju fólk sem að hlusta og af hverju stýrimaður? Stýrimaður, það nú bara kemur af sjónum, af því að þeir koma af sjónum, af varðskipunum og koma svo inn í flugdeildina á einhverjum tímapunkti. Er stýrimaðurinn sigmaður, sagður? Hann sigmaður. Það sá sem að fer niður? Fer niður og þarf að vinna, alla vinnuna niðri. Já, koma þá viðkomandi sjúklingi. Koma viðkomandi sjúklingi í börur eða hlúa á hann svona fyrsta á vettvangi. En svo læknir og hann fer oft niður líka. Læknir fer niður líka. Já. Í flestum tilfellum. Já. Nema sé bara það slæmt eins og í sjóin og svoleiðis að við viljum ekki setja alla mannskapið niður. Já. En sko, svo náttúrulega þarf að æfa þetta gríðarlega. Já. Og til dæmis eins og bara með lækni, það ekki tryggt bara sjúkrahús eða heilsugæsluna að vanta lækni. Það hljóta að vera einhverjir fasti menn í þessu. Já, það eru hjá okkur 5 fasti læknar núna sem eru gangavaktir eins og við hinnir. Og þeir gera það bara svoleiðis? Já. Og þegar þeir eru á þyrluvaktinu þá eru þeir ekki á fastri vakt á spítalanum. Nei. Þannig að þessi menn eru alltaf á einhverjum vöktum. Já. Hvort sem það bakvaktið í vinnunni og slíkt. Já. Er þetta menn sem eru búin að vera lengi í þessu? Já, allir eiginlega. Það er 1 nýr að koma inn núna en allir aðrir hafa verið til fjölda ár hjá okkur. Hvað þú búin að vera lengi? Ég er búin að vera spilmaður núna í 11 ár. 11 ár? Sko, maður getur ímyndað sér og þarf ekki að ímynda sér í rauninni þegar maður bara vita átt að segja á því að allt þetta fólk sem í þessu þarf að vera í mjög góðu formi. Já. Er það ekki? Er það skylda? Já, við erum settir í þolpróf einu sinni á ári. Já. Þurfum að standa stað. Er það þess vegna sem þú ert komin í líkamsrækt klukkan 6 á hverjum einasta mótni? Það hjálpar til. Og svo skíði á kvöldin? Skíði á kvöldin, líkamsrækt á mótnana. Já, þannig að finnst þér það gott eða er þetta skylda eða hvað er það sem að knýr þig áfram í þessu? Sko, eins og þegar ég byrjaði í líkamsræktinni, kona mín var að draga mig með og þá kvartaði mér finnst þetta svo leiðilegt. En nú er þetta bara partur af lífinu. Það er það? Já. Þannig að taskan er alltaf í bílnum. Tilbúin? Já, ég er eiginlega oftast með töskuna því að svo fer ég í sund líka. Svo ég klára daginn oftast með að fer í sund. En ertu þá sem sagt, búin að vera í þessari líkamsrækt, já, í öll þessi ári líka? Nei, því miður. Nei. Byrjaði ég ekki nú svona með líkamsræktinni. Nei. Hefði mátt byrja fyrr.
En ég búinn að stunda líkamsrækt núna í alveg örugglega 8 ár eða 10 eða eitthvað. Já. En varstu byrjaður sem spilmaður áður en þú fórst í líkamsræktina? Já. Og finnurðu mun á þér? Já, ég örugglega, ég tel mig í ágætisformi. Já. Helgi, æfingar, hvernig fara æfingar fram hjá okkur? Hjá okkur núna við erum á vikuvöktum, svo að þá við fáum bara út prentað, eða það settu vikuplan hjá okkur og oftast á föstudögum förum við í sjómannafræðsluna með Slysavarnaskólanum. Já, þá í flug? Já, æfum með Slysavarnaskólanum út á Ytri-Höfninni í Reykjavík. Já, maður sér ykkur alltaf á til. Já, og síðan eru settar upp mismunandi æfingar, kannski fjallæfing eða gæsluflug og oft í gæsluflugum þá fáum við bara að taka æfingu með einhverju skipi sem við sjáum. Það er mjög algengt að við köllum bara upp skip og fáum að gera æfingu með. Og það þýðir þá að þið farið fljúið yfir skipið og látið menn síga þar fram eftir bátana? Já, við látum síga niður og börur og öll skiptin sem ég hef verið í þessu, þá hafa sjómenn tekið þessu fagnandi. Þetta er bara auka æfing fyrir þá og þeir eru betur undirbúnir ef það kemur eitthvað upp á. Já, ég sá nú bara nýlega í einhverja frétt að það, engin alvarleg slys í raun orðið til sjós, með engin drukkning sjómaði farist eða? Ég ekki 2-3 ár síðan það hefur gerst. Er þetta ekki bara partur af því að þeir eru að vinna með ykkur og Slysavarnaskólanum? Það er eiginlega bara góðu aðbúnaður á skipunum og meiri svona betri aðbúnaður og betri skip og betri búnaður. En þessar æfingar sem þið ferðið í, er full mönnuð áhöfn alltaf? Við erum alltaf 4 um borð. Læknirinn er ekki í öllum æfingarflugum. Hann er ekki í öllum? Nei, hann þarf ekki að koma í öll æfingarflug. Nei. Hann ræður því. Sko, þú ert spilmaður. Já. Svo eru flugmennir. Flugmennir fram í. Og þeir eru fram í. Þú ert aftur í með opna stóra hurð. Já. Og takkana og allt með spilið. Þú kannt á það náttúrulega. Vonandi. Já. En hvernig eru sko samskiptin? Samskiptin er þannig að við erum náttúrulega með interkom í hjálmunum okkar. Svo að við heyrum allir í hver öðrum. Já. Og Sigmaðurinn er með þráðlausa interkom, svo hann getur líka heyrt í okkur og tala við okkur. Já. Og þegar við förum inn í hífingar og hífingar með spilmanni og börum og lækni, þá er ég eiginlega augu flugmannsins, af því að flugmaðurinn sér ekki á slysstaðinn. Sem er væntanlega beint undir honum eða? Beint undir vélinni. Já. Fyrst finnum við bestu aðstæður sem við getum verið í og ræðum bara hvernig við ætlum að hafa þetta. Og við erum búin að ákveða hvaða stað við ætlum að fara inn á skip eða í fjall eða hvað sem er. Og síðan tel ég hann inn og hann færi vélina bara inn að staðnum og ég tala svo við hann bara allan tímann hvað er að gerast. Og það er svona æfing kemur bara með árunum að vera nógu duglegur að tala. Þú ert bara, sko, þú ert að lýsa fyrir honum eins og þú ert að lýsa fyrir mér. Já, ég segi hann bara hvað sigmaðurinn er á leiðinni niður, hvort hann sé komið niður. Ef hann er að labba í fjallinu niður þá segi hann það. Svo að flugmaðurinn veit alveg nákvæmlega hvað er að gerast allan tíman. Þannig að en hann sér það ekki. En hann er þá bara, og vélinni bara, herrin er að halda vélinni stöðugri? Hann heldur vélinni stöðugri og hreyfir hann eftir því sem ég bið hann að hreyfa hana. Þannig að þú í rauninni stjórnar því? Hann stjórnar, ég bið hann bara. Já, ég meina að þú lýsir... Já, ég segja hann hvert hann þarf að færa vélina svo að við fáum sem bestar aðstæður. Talið þið sama tungumálið eins og maður segir? Hvað talið? Notið þið einhver ákveðin stikkorð? Við notum ensku í þessu. Já. Alltaf. Reynum það og við erum með alveg niður neldar setningar sem að allir tala. Alveg að sama? Alltaf að sama. Svo það er sama hvort ég er að fljúga með, hvaða flugmanni ég er að fljúga með eða sigmanni. Við erum allir að tala sömu setningar alltaf. Já. Og þetta er reynt að hafa þetta sem hnitmiðasta setningar og stuttar. Og hver býr það til? Allir hafi nú ekki bara þróast með árunum hjá okkur. Já. Ég hugsa það. Er þetta ekki krefjandi?
Jú, þetta krefjandi. Ég er bara virkilega gaman að þessu og hérna, ef maður hefur gaman að því sem maður að gera þá þetta ekki... Hefur komist í hann krappan, eins og stundum sagt? Í vinnunni? Já, í svona, hvort sem það æfingi eða bara í alvörunni? Ekki svo ég hef upplifað þannig. Nei. Aldrei. Ég hef verið mjög lánsamur með það. Mér alltaf liðið vel í þessu saman. En það hlýtur að vera sko í sambandi við þetta að það þurfi mikið traust. Örugglega, við erum, ég held að þessar þyrlu eða bara starfsmenn gæslunar, landgæslunum hjá okkur, mjög svona samhentur hópur. Við eigum bara létt með að vinna saman og tala saman. Ef við lendum í einhverjum áföllum þá held ég að Þegar þið eru búnir að vera í einhverju erfiðum flutningum, koma að slysi og öðru slíku, komið fólki á sjúkrahús, heilu og höldnu eins og mögulegt komið svo heim í aðalstöðvarnar, flugvélin komin inn, þið eru komnir inn, hvað gerist svo? Það alltaf eftir hvert flug, þá svona dýbrífing, þá förum við og tölum saman, fáum okkur kaffibolla og bara ræðum flugið, hvort sem æfing eða slys sem við förum í. Þið gerir það bara alltaf svoleiðis. Það ekki það að einhver þurfa að flýta sig heim því hann þarf að fara í búið með konunni. Þá reynum við að hafa þetta bara stutt, en við tölum alltaf saman. Já. Alltaf eftir hvert flug. Já. Þetta ekki dálítið sterkur hópur þá sem vinnur á það? Mjög sterkur, af því að þetta eru 4 mismunandi stéttir sem að vinna saman og það, ég held að við bara aldrei komið upp neitt svona vandamál á milli stétta. Nei. En þarna komum við saman og sameinumst verkefnið og gengur mjög vel. Já. Helgi, það talað að í sambandi við gæsluna sko að eins og þetta lýsa, sterkur hópur og sterk stofnun en það vantar peninga. Hvað vantar ykkur? Ég á ekki peninga, en ef við segjum að væru til peninga, hvað þarf að gera? Það þarf náttúrulega alltaf að endurnýja allan búnað sem við erum með. Já. Það stóra vandamál. Þróun í búnaði líka? Mikil þróun og það þarf alltaf endurnýja. Það það sem maður þarf að gera. Já. Öll tæki náttúrulega ganga úr sér og það alltaf meiri þróun í fjarskiptabúnaði, aðflugsbúnaði og bara búnaði sem við erum að nota. Já. Þarf að endurnýja þetta. Já. Og þyrlurnar eru ekki að yngjast. Nei, það yngjast ekki. Nei. En það ekkert sem mátt segja að eitthvað að gera skemmtilegt. Reyna að fiska þig. Nei, jú, það náttúrulega búið að setja saman svona nefnd væntanleg kaup á þyrlum. Já. Það búið að tala um þetta. Búið að tala um þetta og það komin nefnd núna sem farin að vinna í þessum málum. Já. Nefnd á ágætum launum. Já, þetta náttúrulega starfsmenn gæslunum sem í þessari nefnd, svo að þetta svona innanbúðar. Almenningur treystir ykkur mjög vel. Já. Þið finnið það? Já, það mjög gaman að vinna í gæslunum upp á það og okkur allstað þykir vel. Já. Hvað sem við komum. Finnið þið fyrir því, fáið þið sendingar, kemur fólk að þakka og svona? Já, mjög mikið. Mjög mikið, það svoleiðis. Ég hef, þar sem að ég í Flugsafninu á Akureyri, þar hef ég fengið fólk inn sem að kemur blóm og setur blóm inn í þyrluna sem að það af því að hún bjargaði viðkomandi. TF sem þarna inn á safninu, hún búin að reyndist Íslendingum mjög vel og bjargaði mörgum mannslífum. Já. Einhvern tíma allir talað um það, hvað margir? 250. 250. Já, 250 mannslíf. En þarna kemur fólk og gerir svona. Já. Og þetta það sem að þið finnið í ykkar lífi. Algjörlega. Helgi, þú sveitastrákur. Ég sveitastrákur. Frá Stokkahlöðum. Ég frá Stokkahlöðum. Og hvað þýðir þetta orð Stokkahlaðir? Eða Stokkahlöð? Stokkahlaðir ekki það var ferjustaður yfir Eyjafjörð á síðustað og ég svo sem ekki búin að veit ekki nákvæmlega hvað Stokkahlaðir þýðir akkurat en þar byrjaði ég ævina. Þar byrjaði ævina? Fékkstu þar áhuga á vélum? Örugglega, það náttúrulega bara ólst maður upp
með vélar við hliðina og það var verkstæði og það var mikið umleikis alltaf. Var búskapur þarna þegar þú varst heima? Já, búskapur þar til 66. Já. Þá var hætt með kýrnar og svo voru kálfaeldi hérna lengur. Já. Er fjölskyldan enn á þessum stað? Pabbi býr þar ennþá. Já. Þannig að þú fer í Stokkalæði þegar þú kemur norður? Já, ég fer ofta í Stokkalæði. Þegar maður flýgur yfir, Helgi, þá er svona gryfja stór. Viltu segja okkur hvað er ofan í henni? Mikið sem mætti nú missa sín. Já. Já, ég held það nú, en það er alltaf eitthvað sem að menn halda í. Er þetta ekki eins og í sveitinni, það er gott að eiga þetta? Gott að eiga þetta. Já. Og þú veist, það nýtist alltaf eitthvað. Já, þetta er gryfjan sem er full af gömlum bílum og tækjum og alls konar. Gömlum bílum og tækjum og dóti. Hefurðu nýlega labbað hérna? Ekki í vetur, það er ekkert gátt að labba þarna á veturnar. Það er alltaf kafið snjó. Nei. Helgi, þú starfar sem flugvirki? Ég er flugvirki. En þú lærði rafvirkjun? Já, ég byrjaði hérna. Ja, þegar ég kom í bæinn þá fór ég að vinna á útgerðarfræðinu hjá afa mínum, Helga. Hver var afið þinn? Hann hét Helgi Hálfdanarson. Helgi Hálfdanarson á Nethæfisstæðinu? Á Nethæfisstæðinu. Þekkti hann allir? Já. Þar byrjaði ég og svo fór ég inn í móttöku og var á frystihúsinu í einhver 3 ár. Já. Og hérna, góðu tími, alltaf skemmtilegt. Varstu ekkert búin að ákveða neitt hvað ætlar að verða? Nei, ég held að þetta hafi nú alltaf verið einhver tilviljun hjá mér. Ég held að var búin að vera 3 ár í útgerðarfræðinu og þá held ég að mamma og hérna mágur hennar, Gunnar Ragnars, þau ákvaða nú þurfti strákurinn að læra eitthvað og ég var settur rafvirkjun í styrpinn. Láta stráki læra eitthvað. Nenntur ekkert að læra? Nei, ég hafði eiginlega ekki tíma í upphafi, sko. Þá þurfti ég að flýta mér mikið. Já, í hverju varstu þá? Hvenær? Að vera unglingur bara, eða? Já, jú, ég byrjaði náttúrulega á útgerðarfræðinu, ætli ég hef ekki verið 15 ára þegar ég byrjaði þar. Svo að hérna, ég þurfti mikið að flýta mér í gegnum með unglingsári. Já, það var mikið að gera. Já, mikið að gera. Já, en svo kemur flugvirkjun inn í þetta? Já, fyrst fór ég náttúrulega í rafvirkjun í Slippnum og hérna kláraði það. Og vann svo hjá Ingvarafni hérna, já, í bænum. Mjög gott að vera hjá honum. Og síðan kom einhver út frá í mig og ég vildi komast til Ameríku. Til Ameríku? Alveg, það var bara ekkert annað í boði. Jaha. Og var ekkert ákveðin í hvað ég ætlaði einu svona að læra, ég vildi bara komast til Ameríku. Og endaði í flugvirkjun. Og hvernig endaður í flugvirkjun? Fórstu þangað til að fara í flugvirkjun? Nei. Eða fórstu þangað og fórst svo í flugvirkjun? Það var nú, nei, ég var búinn að ákveða áður ég fór að fara í flugvirkjun. Það er svona, maður fór að athuga hvað væri lánshæft. Já, auðvitað. Og flugvirkjun var ofan og ég ákveða að ég var búinn að læra að fljúga hérna á Akureyri. Já, þú varst búinn að læra að fljúga líka. Ég var búinn að læra að fljúga. Og hentaði þetta þér? Já, ég hef verið virkilega heppinn. Alltaf gaman í vinnu hjá mér. Og hvar hefur verið að vinna? Nú eru flugvirkjar í þannig starfi að þeir geta nánast unni hvað sem er. Já, við þegar ég kom heim, 87, þá byrjaði ég hjá Icelandair og vann þar í því miður bara ár, tæft, eða rúmt ár. Þá voru okkur sagt upp vel öllum ungu strákunum. Því að Icelandair var að skipta flugflota og fá 757 Boeing. Og allir flugvélstjórnir komu niður og tóku okkar störfvélar. Flugvélstjórnir sem voru á flugvélunum? Sem voru á flugvélunum. Og voru þá yfirleitt gamli flugvirkjar? Þeir voru flugvirkjar og þeir fóru á gólfið aftur? Þeir kom aftur á gólfið og þá var okkur sagt upp. Ungu strákunum? Ungu strákunum. Já, hvað tók þá við? Þá tók nú bara við að fæða fjölskylduna. Já. Hver er kona þín? Hún heiti Hjördís Magnúsdóttir. Og hvaðan er hún? Hún er nú bara úr Eyjafirði líka. Já, það er ekkert verið að fara yfir sýslumörkin, sko. Nei, þetta eru stærstu ættirnar í Eyjafirði. Hún er frá Grund og Laugalandi. Já. Svo Og hvar búið þið?
Við búum í Garðabæ. Og eigið eitthvað að börnum? Já, við eigum 2 stráka og 2 börn. Já, þannig þú ert afi. Ég er afi. Er það ekki gott? Það er mjög gaman. Já. Helgi, sko, þegar ég var að plata þig hingað, þá sagðir mér að þú hefði víða farið sem flugvirki. Þú hefði unnið í Noregi og Svíþjóð og þú vannst í Súdan. Já, ég var í Súdan. Súdan? Já. Segðu mér það. Þá var ég að vinna fyrir fyrirtæki í Svíþjóð sem heitir Air Sweden og þeir voru með leigðu flugvél til Súdan fyrir Air Súdan og sænsku flugvélirnir höfðu ekki mikinn á að fara þangað. Að fara til Súdan? Nei, svo það var ég og annar vinur minn. Íslendingur? Já. Sem látið núna. Við vorum þarna mest í Súdan. Alltaf Íslendingar til í það? Já. Og hvar voruð þið í Súdan? Við vorum í Khartoum. Já, er það ekki höfuðborgin? Jú. Já. Og hvernig var aðstæðan og hvernig var að vera þarna? Aðstæðan var náttúrulega ekki mikil. Við vorum í ágætis hóteli sem við gistum en aðstæðan á flugvelli var engin eða það var bara smá kompa sem við höfðum undir dótið okkar en fengum aðstoð frá þeim í Súdan, flugvirkjunum þar og þeir tóku okkur mjög vel. Við vorum eins og jafningjar þarna allir og borðum alltaf morgunmat með þeim. Súdanskir flugvirkjar? Já. Þetta var mjög skemmtilegur tími. Varstu lengi þarna? Ég held að það hefði verið kannski svona í allt einhverjir 6 til 8 mánuðir. 8 mánuðir? 8 mánuðir? Já. Hvernig var veðrið þarna eins og með suður? Veðrið? Það var örugglega, þetta er svona 35–40 stiga hiti. Bara alveg stanslaust? Já, en einhvern veginn var það, þú veist, á nóttinu fór þetta kannski inn í 15 gráður eða eitthvað, en þá var manni kalt. Já. Þá fór maður bara í peysuna þegar maður fór út. Já. Hvernig var fólkið þarna? Fólkið sem við kynntum var mjög gott almennt við okkur og allir sem við unnum með á flugvöllum við litum á þetta bara sem okkar jafningja og tók okkur vel og okkur var boðið í alls konar ferðir og hinga og þanga. Þeir vildu hafa hvítamanni með okkur. Var kannski ekkert algengt að hvítumaður verið að ferðast þarna? Jú, það var, þú veist, það voru sendir á þarna og það voru einhverjir hvítimenn en ekki sem að maður svo sem hitti. En hvernig svo, af hverju hættur og af hverju fórstu heim og hvernig gekk það? Það var þannig að fyrirtæki fór á hausinn sem þú varst fyrir? Sem ég vann hjá og það voru góð ráð dýr. Það voru þarna allir mikið verið við höfum verið 6 eða 8 þarna niður frá og það var engin möguleiki annað en að við tókum flugvélina sem við vorum með og flugum til Dubai. Tóku þeir vélina? Frá fyrirtæki sem var orðið gjaldþrota? Já, fyrirtæki sem var gjaldþrota. Það var náttúrulega sænskt fyrirtæki en var með til leigu hjá Air Súdan. Svo að við fórum á vélinni til Dubai. Stáluð þið vélinni? Nei, við stálum henni ekki. Tókuð hana? Við fórum á henni. Þið fóruð á henni? En ef þið hefðu ekki farið á vélinni, hvað hefði þá gerst? Ég svo sem veit það ekki, af því að við hefðum ekkert komist með Air Súdan í burtu. Nei. Af því að við vorum svo sem ekkert á einhverju vísa þarna inni eða neitt svoleiðis. Við vorum bara sem vinnandi. Komum bara með okkar vél og Og unnum við hana? Unnum við hana, svo en maður veit ekki hvað þið gerst. Við höfum komist heim örgulega. En hvernig gekk þá að komast heim? Höfðu þið, vissu hvert áttu að fara eða gista, áttu við peninga eða? Nei, var einhverju sambandi við aðra eða? Þetta var náttúrulega fyrir tíma greiðslukortan eiginlega. Já. Svo við vorum þarna í Dubai, ég held að það hafi verið vika sem við vorum þarna og reyndum að hringja heim og þeir hjá Icelandair voru hjálplegir við okkur af því að við vorum náttúrulega gamlir starfsmenn Icelandair og þannig komumst við heim, fengum ódýra með einhverju félagi til Evrópu og... Já, niður til Evrópu fyrst? Já. Og það náðu við svo í Icelandair til Íslands. Þegar þú hugsað tilbaka, var þetta ævintýri?
Aldrei, maður upplýði ekki þannig. Þetta var bara partur af þessu. Maður náttúrulega varð að vinna og framfleyta fjölskyldunni og þetta var bara partur af þessu. Þú hugsaði alltið svona að þetta bara partur af tilverinu, partur af að lifa og framfleyta fjölskyldunni. Sko, vegna þess að nú eins og þú veist og þið sem inni hjá Gæslunni að fólk ber traust til ykkar og talar að þið séu mikli kallar eða sko hörsku kallar. Hvernig lítur þú á þetta starf? Þú ert að fljúga með félögum þínum í kannski alls konar veðrum og öðru slíku og í síi og svona. Hvernig lítur þú á þetta þegar þú kemur heim og hittir hérna fjölskylduna og svona? Hvað ertu þá búin að vera að gera yfir daginn? Hvað finnst þér? Mér finnst það bara að vera, ég bara svo heppið, þetta svo skemmtileg vinna. Þetta bara, ég nýt hvers dag sem ég þarna. Já. Og þú veist, ég hef aldrei upplifað að vera einhver hætta en auðvitað finnst öðrum þetta kannski mikil hætta því að við erum að fara út í alls konar veðrum sem að aðrir fljúga ekki, þá förum við á stað ef eitthvað kemur upp á. En við náttúrulega erum bara, við pössum okkur, við förum ekkert lengra heldur en að er óhætt að fara og erum þá bara bíðum eða snúum við eða maður þarf bara að vita sín takmörk. Maður þarf víst að gera það. Það er málið. Og takmörkin hjá okkur eru þau að tíminn er búinn. Tíminn er búinn? Já. Þetta er ekki þetta er ekki langur flugtími. Nei, þetta er svona. Helgi, svona í lokin, þú ert náttúrulega að fljúga, átt fullt af flugvélum eða hluti fullt af flugvélum. Ertu dellukall í þessu? Já, eins og ég hef sagt við sko marga, ég vinn við þetta, ég ger þetta sem aukavinnu og svo er þetta hobbið mitt líka. Flugið? Flugið. En lærið rafvirkjun? En lærið rafvirkjun. Og byrjaði í netgerð hjá afaðinum? Já. Ég þarf að taka mynd af kappanum. Já. Það er Helgi. Þú ert með lokuð augun hérna. Ég þarf að laga þetta. Já. Þetta er sko alveg passamynd. Þetta er eins og var sagt við afa þegar hann sagði sannleikann ekki alveg, þá pírði hann augun eftir. Og menn náttuðu sjá því. Helgi Rafnsson, kærar þakkir. Herru, takk fyrir að bjóða mér.